Já, gott kvöld. Ég þakka fyrir að fá að vera hérna. Mig langar aðeins að fjalla tölulega staðréttir. Þær voru dálítið fólk að fara í að þeim hérna aðan. Og það byrjaði hérna á því verðtryggingin í notkun. Samkvæmt tölum Seðlabanka Íslands að þá eru verðtryggð lán heimilanna voru eitthvað 1285 milljarðar núna í lok september. Ég ákvað að reikna þetta með tölur frá Seðlabanka frá 97 og ákvað að framreikna hvernig verðtrygging hefði virkað og það mín niðurstaða var sú að miðað við það að öll lánin, við skulum segja bara í lok árs 97 hafi öll lánin verið hrein, það er að segja og bæta neinni verðtrygginguna sem það er ekki, þannig að helmingur var þá líka verðtrygging. Að í dag að þá tókum við 600 milljarða að láni og svo bættu 685 milljarða ofan á það sem við skuldum í dag sem er verðbætur. Og þá erum við búin frá 97 að borga eitthvað svipað, þessar 600 milljarða til viðbótar. Þannig að það má eiginlega segja það að verðtryggingin sé að hún svona við heldur sér dálítið vel sjálfur og við erum ekki farin að borga neinu viti niður lánunum frá því 97. Við erum bara búin að vera að borga verðtryggingu, verðbætur og vext á það og svo vexti á lánunum sjálfum. Þetta náttúrulega hrikalegt. Ég þekki mann sem tók 8 milljón króna lán 1989. 8 milljónir. Hann er búinn að borga samviskusamlega á þessu láni alla tíð. Ekki sleppt út gjalddaga. Hann skuldar í dag 21,5. Veitu, hvers konar kerfi er þetta? Er þetta eðlilegt? Ég get ekki annað. Ég tók frekar hóflega námslán. Endaði á því að vera með einhver 1350.000 í námslán eftir mitt nám 1988. Ég er búinn að borga 4% af launum mínum á hverju ári síðan þá pluss viðbótar fastagjaldið og ég skuldaði það 18.000. Ég meina, þetta er saklaus upphæð. 1350.000, ég er búinn að borga 4% af launum. Þetta er samt svona. Er þetta eðlilegt? Nei, þetta er ekki eðlilegt. Þetta er fáránlegt. Hérna er ég með, náttúrulega að skoða núna eftir lán sem 10 milljónir tekið í maí 1988. Ástæðan fyrir ég tek maí 1988 vegna þess að þá var núverandi vísitala skylt á 100. Þægilegt að nota það. Lánstími til 40 ára og skoða þetta miðað við mismunandi verðbólgu. Og hérna sjáum við skjal, súlurit, og það sem er hérna lengst til vinstri, að þá sýnum við raun og veru óverðtryggt lán. Við borgum jafn mikið í afborganir eins og lánum var, svo koma vextir og svo heildargreiðsla. Svo er eftir því sem færum okkur lengra, að þá eykst verðbólgan og þá sjáum við það að það er lítil rauð súla sem byrjar fyrst og hún er ráðin býsna stór síðast. Það vísu erum við svo heppin að það hefur ekki verið meðaltali 7% verðbólgu á þessum tíma en hún er nokkuð góð. Þessi rauða súla er kostnaður okkar af verðtryggingu. Það er að segja, þetta er verðtryggingin pluss vextirnir. Er þetta eðlilegt? Nei, þetta er fáránlegt. Og við sjáum það að litla bláa súlan, það er það sem við tókum að láni. Já, þessi litla, pínulitla ljósbláa, það er það sem við tókum að láni. Stóra bláa súlan er það sem við höfum að greiða. Þetta er náttúrulega gjörsamlega út í höfn og rauntölunar eru sem sagt raunveruleg þróun frá 88 til dagsins í dag og frá deginum í dag síðan nota 4% verðbólga út lánstíma. Þannig að 10 milljón króna lán við þurfum að greiða 59 milljónir í kostnað
að verðtryggingu af 10 milljóna króna láni á 40 árum miðað við raunveruleika. Og við þurfum að borga 81 milljón í það heila af því að hafa tekið þetta lán. Þetta ekki eðlilegt. En gætum við sett þak á verðbætur? Og mig langar að spyrja, hversu oft hefur verðbólga verið 4% eða lægri á síðustu 20 árum, það frá janúar 1992 til janúar í ár. Og ég ætla að gefa ykkur kosti A. 3 skipti, B. 6 skipti, C. 9 skipti og D. 12 skipti. Hvað eru margir sem myndi segja D hérna, má segja hendur? Ok. Hvað eru margir sem myndi segja B? Ok. Herriðu, ég ætla ekki að tegja þetta. Þá koma ég það. D. Í 12 skipti á síðustu 20 árum höfum við haft verðbólgu upp á 4% eða minna. Þannig að ef við hefðum haft 4% þak á verðtryggingu á þessum tíma, þá hefði fjármagnseigandinn ekki tapað neinu. Þeir hafa ekki vit á þessu. Nei, ég veit það. En bara til að sýna ykkur þetta, á 10. áratökum eða fyrstu 10 árin, þá var það bara tvisvar sem verðbólga fór yfir 4%. Næstu var það aðeins oftar, en við sjáum það líka að flesta þeim skiptum var eftir að bankunum voru gefnar lausar hendur. Það var bara, þannig að við getum alveg sagt það að meðan hér var ennþá stunduð bankastarfsemi, en ekki okurstarfsemi, þá var allt í lagi. Það var ekki svo mikið verðbólga. En leið og við hleyptum hestinum á skeið, að þá náttúrulega fór hann á afnátt. Þetta er síðan verið að sýna hvernig hefur verðbólgan verið frá því að mælingar hófust. Það er sem sagt fyrstu mælingar eru frá 1939 og verðbólga er búin að vera yfir 2 milljónir prósenta frá því 1939. Og það var þetta við þurfum ekki að ráðgera þessu. En Íbúðalánasjóður getur leyft fólki að lengja lánin sín í 70 ár. Þetta náttúrulega á ekki að bjóða upp á það. En þá það raunávöxtunin. Hvað hefur hún átt verið, hver hún hefur verið síðustu 20 ár? Og ég býð þarna aftur fjárkosti, 1,3%, 2,4 og 3,5 og 4,6 og þetta miðað við það að lánin hafi verið með 5,1% vexti. Og ég ætla ekki að telja þetta neitt, það er C, 3,5%. Þannig ef við hefum haft 4% þak, fólk verður að borga 5,1% vexti, þá væru lífeyrissjóðir að fá sín 3,5%. Þannig að þeir þurfa ekki óhægt að vexti. Ég ætla bara að hlaupa þetta að koma inn á miðið á mig. Kröfur hagsmunasamtakanna voru að setja afturvirkt 4% þak á árlega verðbætur frá 1. janúar 2008. Margir hefur frekar viljað nota 2,5% og það svona hugmynd sem í gangi. Hugmyndin var það að þakið myndi haldast í nokkur ár en eftir það lækka niður í 3,21 þar til verðtrygging á neytendalánum verði afnumin. Við höfum aldrei talað um það að afnema verðtrygging alfarið. Mér alveg sama þó að einhver banki láni einhverjum öðrum banka verðtryggt eða einhverjum fagfjárfestum. Það bara þannig að neytendur eiga ekki að búa við verðtryggð lánakjör. Núna krafa svo að við viljum afnema þetta strax. Hagfræðistofnun Háskólans var fengið til þess að reikna út svona ýmsa hluti fyrir að kröfu hagsmunasamtakanna og ég ætla að fá að birta örfáðatölur. Að þeir reiknuðu út að í byrjun janúar 2008 hafi verðtryggð lán heimilina verið 972 milljarðar. Þessi tala hefur hækkað 350 milljarðar síðan þrátt fyrir að þessar verðbætur hafa lagst á upp á 350 milljarðar þrátt fyrir það sem við erum að greiða lána.
Ef forsendubresturinn miðað við að við höfum 2,5% þak, þá þetta 259 milljarðar sem við myndum vera að leiðrétta. Ef það miðað við 4% þak, þá það 209 milljarðar. Vissulega eitthvað þessu búið að leiðréttast, en ekki allt. Tillaga sem ég lagði strax fram í október 2008 og hefur síðan verið nefnd oftar en einu sinni, og verið að vinna svona pínlítið eftir sums staðar í þjóðfélaginu. Það svo að hluti verðbóta verði bara tekin til hliðar. Þessi forsendubrestur bara tekin til hliðar, það verður bara þurrkar af lánafólks. Og það verið sett í einhvers konar bjargráðasjóð sem sæjum að greiða þetta. Höfuðstóllinn náttúrulega frá heimilunum lækkað sem þessi nemur, og þessi sjóður bæri einhver óverðtryggða vexti og myndi greiða kröfuhafa til þetta. Þetta óska eftir þolinmæði hennar manns. Hann myndi fá einhvers konar skattstopp og vissulega þá myndi vera greidda vaxtabætur á þessu láni. Það að segja, ef við værum með þetta lán á okkur, þá fengjum við vaxtabætur út af þeim. Þannig ok, tökum þær vaxtabætur og látum bjargráðasjóði fá það. Leggjum síðan eignaskatt á banka og lífeyrissjóði, og þessi eignaskattur hann þyrfti ekki að vera nema innan við 0,2% til þess að borga það niður. 0,2%, hvað það? Það ekki neitt. Síðan sérstakur tekjuskattur á ofurhagnaða bankana, var ekki hver sagði 99%, það var uppi, ekki? Þannig að ég var bara að þinga á 95%, þannig að þegar þú sagði 99% þá kinkaði ég kolli til Margrét Tryggva sem situr hérna hinum megin, af því að þau hafa líka rætt þetta til. En það hægt að nota þetta, og síðan verðum að gæta því að það búið að leiðréttast. Ef þetta lán væri til 25 ára, og við verðum með 3,5% óverðtryggða vexti, þá væri verið að borga, og þyrfti þessi sjóður að hafa tekjur upp á 8,3 til 15 milljarða á ári til þess að borga þessi lánir. Og það væri gegnum eins og ég segi, það væri ekki við sem skattborgar að greiða þetta nema því til sem kemur að þessum vaxtabótum. Séu vextinni 5%, þá það aðeins hærri greiðsla. Þetta engin stór tala og þetta framkvæmanlegt. Og ég hef það innan úr frá hátsettum manni innan lífeyrissjóðakerfisins að það sem við þurfum bara að gera, við þurfum bara að segja við lífeyrissjóðina: þið eigið að taka þátt í þessu. Við höfum ekki að spurja þá: viljið þið taka þátt í þessu? Það dálítið málið í þessu öllu, að við eigum ekki alltaf að fara bónleið til búðar. Við höfum valdið til að segja þeim að þetta á að gera. Svo vil ég taka undir það sem var sagt hérna áðan, og þetta hluti sem við bæði hjá hagsmunasamtökunum sögðum oft og hefur verið haldið áfram. Við eigum ekki að horfa á kostnaðinn, við eigum að horfa á ávinninginn. Og ávinningurinn svo að okkur líður miklu betur og við búum til framtíð fyrir börnum okkar. Tvær stuttaklæringinni viðbót. Það ekki sem segir að húsnæðisleg lán eigi á öllum tíma að vera með jákvæða raunvexti. Það ekki sem segir það. Það eina sem segir það að yfir lánstíman að þá geta bankar eða lánveitendur gert þá kröfu. Verðtrygging tryggir ekki 3,5% raunávöxtun lífeyrissjóðanna. Það góð fjárstýring sem gerir það. Fjárfestum eiga ekki að standa til boða öruggar fjárfestingar. En það nefnilega kom fram í skýrslu Askar Capital verðtrygginguna. Og lokum sem sagt almenningur á ekki að taka þessi alla áhættu vegna þróun verðbólgu, það að lágmarki á að dreifa áhættunni. Þak á verðbætur hvetur fjármálafyrirtæki til að viðhalda stöðugleika, því að þau muni vilja koma veg fyrir þenslu. Og lífeyrissjóðir skaðast ekki af afnámi verðtryggingar
Slíkt eykur aftur kröfur til virkra fjárstýringar. Þeir þurfa að hafa fyrir hlutunum en ekki fá þetta út